Suðurland FM í beinni frá Selfossi á 963. Takk fyrir það kærlega, auglýsingar að baki og við höldum áfram með tónlistina og dagskrána hér á Suðurland FM klukkan 11:30. Mánudagur í dag, 31. mars, 1. apríl á morgun. Við ætlum að ræða við hann Jón Þorsteinsson. Hann kjötiðnaðarmaður og nýgríndur, ekki nýgríndur, hann varði titilinn. Hann kjötmeistari Íslands 2014 og 2013 og kannski það árið á undan eða hvað, Jón Þorsteinsson, sæll? Nei, það var nú 2010 sem ég var síðast. Jæja. Og svo ekki 2012. 2013 og svo varðir þú titilinn. Til hamingju með þennan titil aftur. Takk fyrir það. Herðu, Viktor Steingrímsson hérna með okkur í spjalli. Hann nú búinn að vinna nokkra daga í kjöti. Þó nokkra daga, já. Ertu þarna, Viktor? Sæll Jóni. Hvað sagður? Herðu, segðu okkur aðeins frá þessu. Þetta nú aðeins flóktanlega það að mæta bara svæðið og skýra kjött. Já, það var útbóðvöru sem hérna eiga náttúrulega verið gallalausar. Svo reitt af þessu stigi og eitthvað gallar finnast á vörum. Og það standa hérna á væntanlega menn yfir þér og dæma á fullu? Við sendum inn og þeir dæma vörurnar, sko. Þú fær hérna fullt úr stiga. Er það algengt að menn fái fullt úr stiga í þessum keppnum með það? Nei, það var ekki hafst áður. Nei. Ekki svona. Þannig að þú ættir að kunna þitt fag? Já, það lítur þannig út. Voðalegtu hóvar. Hann kannski smá feimið núna, en þetta er snild, hann kann þetta. Þetta er ansveit skemmtilegt og þú, ég var nú að sjá myndir að þér hérna og þú fer heim hérna með nokkur velun. Já. Hann aldeilis búinn að taka nokkuð velun í gegnum tíma. Þú fer velun þetta eru nokkuð velun og þú fer velun fyrir hvað? Ég fer velun fyrir athyglisverðustu nýjung og bestu fráverkuðu vöru, bestu vöru úr svínakjöti, bestu vöru úr hrossakjöti og já. Hvað, þú bara hefur tekið allt saman, Jóni, eða ekki? Bara. Allt? Já, hvaða velun eru eftir hérna á þessu? Þetta var bara klúður, sko. Klúður? Ég heyri það, hvað er nafnið á athyglisverðustu nýjungunni? Það er Salami Camemberti. Salami Camemberti? Já. Og útskýrðu nánar. Hvað er langt síðan og fékkst á hugmynd? Það er svona hugmynd sem er búin að vera með maðurum í þó svolítið langan tíma. Það er sem sagt salaminpilsa sem er svo ræktaður Camembert miklu utan á. Þannig að þetta er svona sambland af Camembertosti og salaminpilsu. Já. Og uppistaðið í... Gott alveg. Og uppistaðan í kjöti er þar hvað? Það er hrossakjöt. Það er hrossakjöt. Þú heldur þið við þinn draum. Besta hráefnið. Já. Besta kjötið. Og þetta smakkast vel? Smakkast mjög vel, já. Og svo hvað meira? Þú náður ykkur hérna, hvað gerður úr svínakjötinu? Svínakjöt gerði hérna grísarillett, heitir það. Það er svona fransk helf, sko. Þetta er svona, þetta er rauninni kæfa á íslensku. Já. Hann er með alla Evrópu með sér, sko. Já, nákvæmlega. Það er gott, sko. Þetta er skemmtilegt, en það sem þú nefndir hérna á undan, hrossakjöti, hvað heitir það? Ég náði ekki. Nei, hérna, Camembert chili, hérna. Camembert, hérna, Salami Camemberti. Já. Salami Camemberti, já. Er þetta eitthvað, þetta er nýjung? Þetta er nýjung, já. Já, og þetta er þá eitthvað sem maður, fer að sjá út í búðu eða eitthvað? Það geti alveg farið svo. Já. Geti alveg farið svo. Hágæða vara. Hágæða vara. Er það ekki rétt hjá mér að þú ert búinn að setja þurrkaði kjötið á markaðinn frá Slátufélaginu? Manstu hérna tilraunina sem við vorum búin að vera með svolítið lengi? Hvað segirðu? Þurrkaði kjötið, nautakjötið? Já. Hvað heitir það? Já. Það er komið á markað. Já, það er svona... Það sem við vorum að brasi saman þetta, árið. Já. Þannig að það er möguleiki að nýji Camembertinn, hann segðu þetta aftur.
Salami Camembert. Já, það er möguleiki að það fari aftur á, það fari líka sömu leið. Þetta er svo nýtt að þetta tínist jafnóðum í haustum á manni. Já. Það er alls ekki ólíklegt. Segðu mér, hvenær hófstu undirbúningin á þessu öllu saman, Jóni? Núna þykist ég vita að þú hafa nú ekki byrjað á þessu í gær. Nei, þetta er náttúrulega undirbúningurinn að býsta langur, sjálfur sér. Já. Þetta er svona kannski 3 mánuðir, svona mest undirbúningurinn en þetta er náttúrulega eitthvað færið að gerjast áður. Já. Hvað heldur þú að hafa eitt svona mörgum klukkutímum í verkið í svona, öll þessi verk sem þú hafðir núna bara fyrir þessi keppni svona síðustu 2 vikurnar? Það er ómögulegt að segja, það er margir tímar. Dag og nótt. Dag og nótt. En þú ert að reyna þú býr til nýjungar og ert að, þú lítur þá að vera að vinna með hann sem ekki magna kjöti. Já. Þegar þú ert að prófa þig áfram. Það er það, sko. Þetta er mikið kostnaður sem liggur í svona. Já. Mikið af kjöti sem fer í svona tilraunir. Jú. Og þau er annarkvort ofan í maga eða eitthvað annað. Já, það er vel lukkast að fara í maga. Já, svo eru félagarnir líka, það voru líka einhverjir félagar hjá þeir sem tóku þátt í þessari keppni. Já. Steinar Þórarinsson, hann náði þarna verðlaun fyrir bestu vörur úr ælufuglakjöti. Já. Og svo vorum við fleiri sem sendum inn, ég veit svo sem ekki alveg, vorum ekki búin að fá hvernig það kom út, en það voru ekki með í verðlaunum, sko. Nákvæmlega. Þessi titill, þú ert að verja titillin frá því fyrra, hvernig nýtist þetta þér í framhaldinu? Ertu farin að huga, skoða erlendan markað, eitthvað svoleiðis eða? Nei. Þetta er bara titillinn. Það verður ekki svo frægur, sko. Nei, en þetta er ekkert smá titill að vera kjötmeistari Íslands. Nei, þetta er flott. Og hvað voru margir sem tóku þátt? Ég veit ekki hvað voru margir tóku þátt. Þetta voru 140 vörur sem voru sendar í dóms. Já. Og er hún ekki starrið núna heldur en oft áður þá? Jú, hún er búin að vera starrið núna heldur en verið hefur undanfarin ár. Já. Segðu mér svo var einhver norðamaður sem náði í einhverjum svona, þú veist, af þessum sérvelunum hjá okkur? Já, það var einn af norðan, ég man bara ekki hvað það var. Nei. Það var búin að auðvitað það. Eitt frá Norðlenska sem fekk velun og eitt frá Blöndósi fyrir grafinn Silung. Já, en við Sullendingar erum með svona fjöldan á titla. Með alveg, já. Við tókum við það. Það er flott. Að sjálfsögðu, gaman að heyra. Já. Jón Þorsteinsson, takk kærlega fyrir þetta spjallið og til hamingju með kjötmeistarann 2014 og 2013. Við heilsum í sveitina. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta.